HK og á móti liði Stjörnunnar. Leikurinn átti að hefjast klukkan 1. Smá seinkun hérna eftir fjörugan leik í morgun. 2 fjöruga leiki í yngri flokkum. En hvað segirðu, Stefán? Hvað heldur við sem við fara að sjá hérna? Ég ætla að vonast til þess að við fáum inn að hörkuleik. Ég á erfitt með að tippa á annarkvort liðið umfram hitt. Þau mæta tiltölulega svona jafnfætis til leiks, held ég. Þannig eins og ég var að tala um í náðan 50-50, ég væri svona, myndi ég segja svona fyrirfram. En vonast bara eftir skemmtilegum og spennandi leik. Já. Það mun snúast svolítið mikið um það að stjórna spennunni. Það er náttúrulega úrslitaleikurinn sjálfur undir. Hver vill ekki spila þar? Þannig að leikmenn eru, já, þeir eru auðvitað með það í huga. Þeir eru koma hingað inn. Það er spurning kannski hvort að lið Stjörnunnar sé gráðura í bikarnum því að þau hafa aldrei komist í úrslit í bikarnum. Það hafa verið í undanúrslitum áður en aldrei komist í úrslitin sjálf. Þeir eru búin að prófa þetta að komast hingað en hafa síðan fallið út. Þannig að það vantar eitt skrefið viðbót hjá þeim. Já. Þannig að HK náttúrulega eru búin að prófa það að fara alla leið í þessari keppni. En já, það verður blakveisla í dag. Núna eins og ég segi, eru HK og Stjarnan að fara að berjast. Hérna klukkan 3 þá mætast lið Þróttar Neskaupstað og afturheldingar hjá konunum. Síðan klukkan 5 þá taka kallandi við. Þar eru Hrunamenn sem að mæta KA og klukkan 7 HK Stjarnan. Þannig að það er nóg að gerast hér á Sport TV í dag. Blakveisla eins og ég kalla þetta. Og gaman að því líka að yngri flokkarnir fengu að spreyta sig hérna í morgun. Já, fengum hérna 2 flotta leiki í morgun í 4. flokki. Við byrjuðum klukkan 9 stelpurnar í 4. flokki og síðan eftir það strákarnir. Það voru lið Þróttar frá Neskaupstað og Völsungs frá Húsavík sem að leiku til úrslita í 4. flokki kvenna. Þar höfðu Norðfirðingarnir betur í 3 hrinum. Hörkuleik engu á síður, bæði liðin með flott tilþrif. Og svo hjá strákonum voru það, já, Þróttur frá Neskaupstað sömuleiðis á móti Vestra frá Ísafirði. Það reyndist verða heldur betur 4 leikur sem að fór í Oddahrinu og lauk með því að Ísfirðingarnir höfðu betur. Og það var langur leikur, það er ástæðan fyrir þessum töfum núna. Dagskráin er aðeins að ítast til hjá okkur. En við vonumst þess að það rétti sig af hér. Sjáum til. Við kíkjum kannski aðeins á svona þá leikmenn sem að hvað kallaði blakritir þetta? Leynivopnin. Það er hjá Stjörnunni er nauðsynlegt að Erla Rán komist í gang. Já, heldur betur. Hún er að spila í stöðu hægri kant sem hún er búin að spila á miðjunni megni að sínum ferli en hún er búin að reynast heldur betur drjúg í vetur. Þeir að bara eins og stiga vel í sumum leikjum. Hún var raðað inn, hún er farið yfir 30 stig í fjölmörgum leikjum ef ég man þetta rétt. Þannig að já, það er eins gott fyrir Stjörnuna að Erla komist í gang. Já, hún er var langstigahæst í Misjónadeildinni með 320 stig, þannig að það munar að minna. Væntanlega að taka þann titil. Þetta er örugglega hjá HK. Kannski dreifist aðeins meira þar en þar eru það, já, Hjördís, Matthildur líklega sem að mun mæða mikið á. Já, það eru þær tvær og
Já, sem að verða væntanlega stigahæstar og er nauðsynlegt að þær komist í gang. Bæði í sókn og móttöku. Matthildur náttúrulega gríðarlega flottur móttökumaður líka. Smá breytingar frá fyrir leikjum HK að Hanna er mætt aftur til leiks. Já. Hún að vera í Noregi að spreyta sig. Fór á lánssamningi til Noregs, spilaði þar í nokkra vikur bara. Þetta var stuttur tími. Skemmtileg tilbreyting þar. Já, hún verður mikilvæg í blokkinni hjá HK. Heldur betur. Mér finnst nefnilega HK kannski ekkert verið rosa mikið að spila upp á miðjuna hins vegar. Þetta er meira að nota kantana. Já. Kemur ljós hvort hún haldi því áfram eða hvort hún breytir eitthvað taktík. Það er spurning hvort það sé ekki aðeins meiri reynsla í stjörnuliðinu. Það er svona meira leikmennu þar sem að þið eru býsna reyndar, að segja, með Rósa, uppspilari og Brynja og Ásthildur og fleiri sem að Erla Rán náttúrulega, og svo er það með Guðrún og Ásu hérna til að aðstofa við uppspilið, náttúrulega þrautreyndur spilari, meðan að HK er meira að keyra á ungum og bráðefnilegum leikmönnum. Já. Það verður athyglisvert að fylgjast með því. Já, sjáum hérna að stjörnuliðir, þær eru mun færri en HK-stelpunar. Þær eru hvað? Þær eru 9 sýnist mér. Já, það hafa náttúrulega verið höggvin skörð í stjörnuliðið. Það náttúrulega töpuðu eða mistu 2 leikmenn, báða útlendingarna sína áramótin. Já, 2 gríðarlega öfluga leikmenn. Já. Og ég persónulega hélt einmitt að þetta lið myndi svona dálítið brotna eftir það, en þær hafa alls ekki gert það. Nei, bara aðri leikmenn sem hafa þurft að stíga upp. Það verið virkilega flottar þrátt fyrir þessi áföll. Svo náttúrulega má ekki gleyma því að þær eru komna með fengu til liðs við sig. Þannig að Birtu Björnsdóttur, landsliðskonu, hún mun auka mjög á breiddina hjá þeim. Hann mun spila hann í stöðu frelsingja. Hann getur líka að spila sem uppspilari. Já. Kannski að fara hans yfir leiðina hingað í bikarinn, þá var HK mætti Völsungi í 8 liðslutum og vann þann leik nokkuð þægilega 3-0. Matthildur Einarsdóttir var stigast í þeim leik með 22 stig. Stjarnan mætti Þróttur Reykjavík í 8 liðslutum og vann þann leik 3-1 og þar var einmitt hún Erla Rán með 36 stig. Já, takk fyrir. Það eina sem að Þróttur lagði upp með var að stoppa hana, það tókst ekki. Nei. Það getur verið erfitt að stoppa hana Erlu, hún er svo hátt uppi. Hún er hávaxin líka. Já. Það er líka athyglisverð nýbreytni að við erum komin hingað í Digranesið í Kópavoginum. Og undanfarin ár hefur úrslitahelgin farið fram í Laugardalshöllinni. Já, við prýðilega umgjörð verið að segja, með mjög góða umgjörð í kringum þessa leiki og það er verið að láta á það reyna hvernig þetta kemur út hér í Kópavoginum. Þetta var hér á árum áður eitt helsta blakkhús Íslendinga.
HK lék hér sína heimaleiki og landsliðin léku hér landsleiki. Gaman að vera komin hingað aftur. Já. Þannig að þessi lið eru búin að mætast þrisvar núna í Vísundardeild kvenna. Fyrst í nóvember þar sem að Stjarnan vann 3-0, síðan í febrúar þar sem að HK vann 3-2 og síðan þriðji leikurinn fór líka fram í febrúar þar sem að Stjarnan vann 3-1. Þannig að þetta getur eins og sagður áðan farið bara, eða verður örugglega svona 50-50 leikur. Já, það styttist í þetta. Við erum að gera sér klár hérna. Já, það voru fyrirliðar og þjálfaraliðina kynntileiks. Hjördís Eiríksdóttir fyrirliði HK og Emil Gunnarsson þjálfari. Já, Stjörnin er það Rósa Dögg Ægisdóttir fyrirliði nr. 9 og Matthew Gibson þjálfari. Já, það var búið að kynna liðin til leiks, byrjunarliðin. Fer þetta nú að hefjast hérna hjá okkur. Fátt sem að kemur á óvart svona í byrjunarliðum. Svona dálítið eins og þetta hefur verið í síðustu leikjum. Það er Stjarnan sem að hefur í leik, það er fyrirlið Stjörnunar, Rósa Dögg í uppgjöf. Getur verið með svaklegar uppgjafir. Kemur ljós hvernig HK tekst að stoppa uppgjafirnar hennar.
Laufey. Dæmt í net. Sá nú ekki hver var í netinu þarna. Þá var það leikmaður númer 11 hjá HK, Sigríður Gísladóttir. Ágætis móttaka þarna og Erla. Þessi er úti. Svolítið klauðalegt hjá Erlu. Hún getur gert betur en þetta. Það var að finna sig, koma sig í gang. Góð byrjun hjá HK eins og þar. Erla er aftur í boltanum, hann er ekki að vinna úr þessu spilið. Full lágt fyrir hana. Já. Fín uppgjöf þarna. Erla fær þriðja sénsinn hérna. Og Matthildur og hörkusókn hérna. Hamraði þetta í háorðin út fyrir. Já, Dýrleif náði ekki að stýra þessu inn í gólfið. Vantar móttöku hjá Stjörnunni að setja upp fyrstu sóknina og koma sér almennilega í gangi í þessum leik. Já. Kannski smá tauga titringur svona fyrstu stigin. Erla fær bara allt núna og skilar hérna með glæsilegri línu. Þá er það leikmaður númer 3, Ragnheiður Tryggvadóttir. Hjördís tekur vel á móti. Matthildur. Smá misgengur þarna milli Sóleyjar og Ragnheiðar. Já, það er eftir að taka þetta. Það er skriðlega smá svona. Það er smá stress í gangi. Já. Eðlilegt. HK gengur á lagið, 5-1. Það byrjaði vel. Já. Það átti ekki að hælaði mjög mikið. Nei. Náttúrulega. Laufey setti hennar í netið. Og þá er það systir hennar hinum megin, Dýrleif. Systra slagurinn í dag. Já. Athugum hvort að hún komi boltanum yfir. Já, já. Þessi var tæpur samt. Já. Matthildur úr erfiðu færi en gerir þetta vel. Og Erla Rán. Matthildur. Flottur vinkill þarna hjá Matthildi. Já, gerði vel hana. Kom inn í vondastöðu. Alveg út við dómarastólinn sýndist mér. Þessi fín í dómarastól og í honum stendur aðaldómari leiksins, Sigurbjörn Árni Arngrímsson. Með flotta mottu hana kallinn. Já. Tekur sér vel út. Já, hérna. Góð uppgjöf hérna hjá Matthildi. Þetta var rosaleg uppgjöf. Skilaði stíi. HK-stúlkur ganga á lagið. 7-2 fyrstu hrinunni. Góð móttaka þarna hjá Ragnheiði og Ásthildur á miðjunni. Edda og Hjördís. Já, gerði vel hérna Hjördís. Var í gegnum blokkina. Með Erlu hérna á móti sér. Það vantar bit í sóknina hjá Stjörnunni. Það hefði ekki fengið mikið af sóknum hingað til. Ser úti.
tókst þessi móttaka hjá Maríu Panna. Ekki alveg nógu góð. En Erla, hún hakar í bóksið þarna, tikkar inn í stíi. Vantarlega af mörgum fleiri sem koma. Sjáu þið þetta. Hún tók hún af uppgjöfinni og fór í stutta. Annað stig, annar ás. Erla ætlar bara að gera þetta sjálf hérna. Hún ætlar að fara í úrslitaleikinn. Vinnur þetta einvígi á móti Ásthildi. Og gerði vel hana. Það var Hanna María. Hún hefur líka góða uppgjöf. Já, hún notar hana hér. Mikið af stigum beint úr uppgjöf komi strax í þennan leik. Sveimur þá í ETSU kom með 5 stig eitthvað svoleiðis eftir þessu 15 sem eru komin í leikinn. Já. Það býsna mikið. Já, það var rétt úti. 10-6. Stjarnan er vel með í þessu en þá. Þetta Brynja. Hjördís, úss! Já, þetta ákvað að lauma. Rétt sett inn og boltan yfir netstrenginn. Og enginn afgangur að þessu hjá henni. Skilaði stíi. Það er Edda Ásgeirsdóttir í uppgjöf fyrir HK. Svakalega uppgjöf. Nátti Sigríður að gera betur og loka á þetta. Fekk þarna gott færi, flott uppgjöf hjá Eddu. Móttakan aðeins of ákveðin tilbaka. Stjarnan fekk stigið og þá er það Ásthildur. Hún hefur verið með fínar uppgjöfi líka. Getur alveg látið vaða. Og móttaka þarna á Hjördís. Og laumar aftur. Heldur árum að lauma, það virðist virka hér í dag. Og lentu þarna saman Ásthildur og Rósa. Smá misskilningur hjá þeim. Það eru báðar með þennan bolta sýndiskeið. 12-7. Þeir velast að hjá HK. Sínum gamla heimavelli hérna. Ser úti. Það endar ansi langt síðan að HK fór héðan úr þessu húsi. Líklega engin leikmaður á vellinu sem hefur spilað með Dýrnes sem heimavöll. Nei, ætli það. HK er núna með sína aðstöðu í Fagralundinum í Kópavogi fyrst og fremst, en aðeins einhverju æfingar í kórnum líka. Já, þetta uppspil var hins vegar, jæja. Það framhendur leikurinn. Dundrar þessum í antennuna. Já, Matthildur tók sénsinn þarna, lét bara vaða alveg óhrædd. Gekk ekki þetta sinn. 12-9. Stjarnan er að komast meira og meira inn í leikinn. Þessi er inni. Þessi góðum stað þarna hjá Rósi. Rósa með ás. Það eru búin að æfa fagnið. Já, nýtt fagnið á þeim. Klikk ekki á því hérna. Garbaðingarnir. Tíu, 12. Það er góð. Snögg móttaka þarna. Laufey fær þennan. Rósa gera betur hana í vörninni. María. Það var ekki alveg nógu gott uppspil hérna en áfram heldur leikurinn. Og það Erla
Laufey að verja þetta frá henni. Og Edda, Matthildur. Ætla að færa hann aftur. Fín vörn hjá Hjördísi. Og Matthildur. Þessi var úti. Hann út. Markus Massi á henni. Rétt út fyrir hliðarlínuna hérna. Þetta allt saman undir vökkulu auga hér. 2 dómarar, 4 línuverðir, veit ekki hvað og hvað. Og fullt af myndavélum. Við munum ekki missa neinu. Back there, all right? We have to be able to put those balls. Okay. So don't be like this, open more. Og Steffur, take her. Be focused on fast communication in reception, okay? And just go against the ball. There is 50-50 for you and just fight for this ball. Okay. Sem að mista yfir. Svona, svo. Já, Emil að leggja sínu liði Já. reglunar, eða hvað sem er. Það er athyglisvert að taka leikliðið á ensku. Já. En það er hvað, einn útlendingur í liðinu eða hvað? Já. Hjá HK. Já. Og það er þá eitthvað sem allir skilja. Hildur. Fín blokk þarna. Já, Erlu og Dýrleifu. Stjarnan er búin að jafna þetta, herri er búin að éta sig inn í hennar leik bara í róleitum. Og núna er það búin að jafna 12-12. Aðeins að gefa eftir núna HK-liðið. Og Laufey. Aftur er það Háarnin. Blokk hérna. Og Laufey fær hann aftur. Er það eitthvað að fá þennan? Nei. Það er Ragnheiður. Új, já, þetta er tvíslag. Já, það var ekki gott slag hjá henni. Nei. Þetta var vond staði á HK, við sáum að Rósa Dögg stóð og gaf upp, já hvað, 5 sinnum í röð eða hvað það var. Jafnaði hrinuna. Það var Sigríður. Flott móttaka hjá Brynju. Dýrleif slær hennan í neti. Já. Það gekk ekki alveg upp þarna miðunni. Fjórtán 12. Flott uppgjör. Erla. Já. Hann fannst með Sigrúnu bara ekki vera í varnarstöðu, hún stóð bara upprétt. Já, en góð sókn enga síður hjá Stjörnunni. Erla er að skora svolítið að stigum eins og við bjuggumst við. Hjördís með góða móttöku og Laufeyferðana. Já. Og Brynja. María. Hún og pressan aðeins lengra á hún, María. Og Erla setur hann hérna niður línuna. Skemmtilega gert hjá henni. Já, 5. stigi á henni. Takk tölfræðinni hérna. Það er þetta að fylgjast með allir þessi tölfræði bara beint á netinu. Þeir eru áhuga sama gegnum heimasíðu Blí. BLI.is. Það má finna þetta allt saman og meira til. Fín móttaka hérna og Hanna, Tímasetningin aðeins, vantaði smá upp á tímasetningunni hjá þeim báðum. Það er samt gaman að sjá að það er verið að reyna að henda einum öðnu bolta á miðuna. Já. Það var smá fjölbreytni í þetta. Þá eru Stjörnustúlkur komnar yfir fyrsta sinn í þessum leik. Hanna. Sjáum við. Það er hætt ekki. Hönnu. Flott sókn á miðunni, Edda og Hanna. Nei, þessi er þetta að prófa bara aftur strax að spila miðuna. Ef það fyrst að klúrast, þá verður maður að
reyna aftur. Þannig að maður hvíli ekki miðin og of. Útgulega 15-15. Og Erla. Brynja. Þessi er Þennan í netið. netstrenginn líklega. Já. Sextán 15. Sóley með smá vandræði. Erla með hörkusókn hérna. Smyr þennan í gólfið. Já, þetta er svo bratt, það er enginn þarna. Sextán, Dýrleif. Ser úti. Það var að Matthildur Einarsdóttir, hún átti ágætis uppgjöfa törn hérna áðan. Já, fín móttaka hjá Sóley er að gera vel hérna. Erla setur hann hérna í hornið en Steinun er velvakandi og Hjördís, gott slag hérna hjá Hjördísi. Já, HK þarf að gera meira þessu, klára að setja aðeins meira bit í sóknina hjá sér. 18-16, lítur ágætt út hjá þeim. Matthildur fer í stuttan núna. Þetta laumar þessi, já. Hlæsilega gert í þetta. Og 19-16, þetta er fljótt að breytast hérna. Það vorum að ræða Eddu hérna áðan fyrir leikinn. Hún hefur stigið svolítið upp núna en hefur farið töluvert fram. Já. Algjörlega. Og það er komin vel inn í þetta lið. Uss. Þetta hefði verið mjög góð uppgjöf ef hún varði yfir. Já, hún var aldrei á leiðinni yfir hins vegar. Nei. Og 17. stigið til Stjörnuna 19-17. Þá er það Erla. Já, Hjördís með góða móttöku. Sjáum að Birta er núna komin inn á líberóstöðuna í vörnina hjá Stjörnunni. Það er að verja þetta. Kemur flott lauma. Þessi var í gólfinu eða hvað? Nei. Ekki segir dómarinn. Áframhættur leikurinn. Aftur reynir þetta lauma en það er þetta Brynja eða Ásthildur hann fyrir henni. 19-18. Hörku spenna hérna í fyrstu hrinnunni og í fyrsta leiknum hérna í Digranesi. Uss. Glæsileg uppgjöf hérna. Erla hendi vel í þennan og HK réð ekki við þetta. 19-19. Erla Rán með 7 stig komin í hrinnunni. Já, hún ætlar ekki að skilja neitt eftir í dag. Og aftur. Dauðafæri núna fyrir Stjörnuna. Ásthildur fyrir aftan. Já, þetta er varið. Matthildur gerir vel. Brynja, fína sókn hérna. Laufin er þessu og María setur hann yfir. Ok, fær þennan. Ásthildur fyrir aftan. Laumar. Hjördís. Þessi er langt út. Það var aldrei líklegur. 20-19. Ágæti skorpa þarna. Það er komið aðeins meira líf í Stjörnuna finnst mér. Svona komnar í gegnum stressið og farnar að svona spila eðlilega.
Já, það var smá högt á þeim svona í fyrstu stígunum í byrjun hérna þessari hreinu. Já, lentu undir 7-2. Þá tekir HK aftur leikli. Heyrum hvað Emil segir. Nice landing, talk to Maria. Okay? Stelpur, núna þurfum við að fókusera. Við erum með góða stöðu fram við net. Okay? Og það skiptir máli að velja núna rétta hluti. Okay? Komum boltanum nálagt ef við getum og spilum á móti í lægri blokk og nýtum kraftinn. Bara hátt. Núna er ekki að bíða, núna er að þora að spila. Og það er enga að tapa. Ef maður geymir eitthvað hérna í rassvasanum þegar maður gengur út af, þá er maður ekki að gera rétta hluti. Núna þurfum við að fókusera. Koma nú. Svo. Koma nú, þora að gera. Já. Emil vill ekki að þær geymi neitt í rassvasanum hérna í dag. Spili öllu sem þær eiga. Já, þora, segir hann. Já. Sjá hvernig það bregðast við þessu. HK á eitthvað inni, ég er sannfærður það. En þetta er erfitt að eiga við. Erla smýr þetta bara með línunni. Hjördís í vandræðum hérna mót henni. 22-19. Skal segja ykkur það. Og fleiri svona uppgjafir. Það kemur önnur. Heldur áfram. Þær ráða ekkert við þetta. Nei, ná að bjarga þessu. Brynja laumar og Hjördís fær þennan. Já, möguleiki að losa stöðuna. Já. Gera það núna. Hjördís með flottsmass í hárnin og niður. Mikilvægt að ná að snúa. Losna við Erlu hallur uppgjöfni. Við erum búin að gera nóg á Norskunda. 22-20, 20-22. Það er pressa núna á HK. Sjáum hvað þeir eiga inni. Rósa. Dauðafæri á HK. Móttakan slæm á leiðinni yfir. Þarna þarf Sigríður að gera betur. Já. Það er aðeins reynsluna þarna, hvernig á vinn úr þessu. Svo 3-20. Brynja með, þessi er út fyrir. Þá er þetta. HK með 3 sóknarmenn frá við netið. Stjarnan með 2. Góð staði á HK núna. Flott uppgjöf, Sóley tekur vel á móti. Það var Erla á afturlínunni. Hávörðin er í þessu. Já, flott Hávörð. 22-23. HK heldur sér inn í leiknum, eða inn í þessari hrinnu skulum við segja. Við erum að fá hörku spennu hérna strax í fyrstu hrinnu. Það er bara svoleiðis. Þetta slaka uppgjöf, þetta var ekki tímapunkturinn til þess að henda uppgjöfinn í netið. Nei. Og nú er Stjarnan komin í frábæra stöðu til að klára þetta hérna. 24-22 Ásthildur. Uppgjöfuna fyrir Stjörnuna. Slök móttaka hjá Maríu. Þessi fer beint yfir, fór hann yfir. Æja, ég ætla ekki að segja neitt. Erla hendir þessu í hávörðina út fyrir, eða hvað? Jú, Var þetta í... línuvörðurinn, alveg viss. Dæmir töts á... Það er svoleiðis. Stjarnan tekur hérna fyrstu hrinnu, 25-22.
Sælaftur, komið sælaftur, þá erum við verða tilbúin í aðra hreinnuna hér í fyrsta undanúrslitaleiknum hér í Kjörís-bikarnum í Blaki. Stödd í Digranesinu í Kópavoginum. Hér fer fram leikur HK og Stjörnunnar og Stjarnan tók fyrstu hreinnuna 25-22 eftir að hafa lent undir í byrjun hreinunar. Það náðu að snúa þessu sér í vil og klára hreinnuna og góð byrjun á þeim. Liðin eru tilbúin, við sýnist vera sömu byrjunarlið hjá báðum liðum. Já, það er sama uppstilling. HK sem að byrja með bolta núna, Sigríður Gísladóttir. Sérlega með góða móttöku. Ragnhildur, þetta er varið. Tækifæri á HK núna. Hávörnin flott hjá þeim. Stjarnan sem á möguleika, Erla Rán hamrar þetta yfir og fátt til varna hjá HK þarna. Erla Rán er að, já, við töluðum þetta hér í upphafi, mikilvægt að hún færi í gang og hún bara byrjaði þennan leik með látum. Það var hennar 10. stig, voru 9 stig í fyrstu hreinnunni, takk fyrir. Það er bara hálf hrinnan, svo gott sem. Hálf hrinnan. Og setti hérna tóninn í annar hreinnunni með því að hamra fyrsta stig í gólfið. Slær hennan út fyrir, þá var í erfiðri stöðu þarna. Við erum ekki búin að sjá nógu mikið af Matthildi. HK megin, hún þarf aðeins að teppast í gang. Já, Allavega sóknarlega séð. Ég held að HK eigi aðeins inni. Já. 3-0, flott byrjun hjá Gærbæingunum hérna. Þarna sáum við Maríu með slaka móttöku. Mér finnst hún ekki hafa fundið sig í þessum leik heldur. Frelsingin hjá HK. Þarf að stíga upp. Já. Og bæta sinn leik. Móttaka. Þetta er bara alltaf stutt uppspil, finnst mér hérna hjá Eddu og koma lengra út. Já, miklu lengra. Matthildur nær aldrei að setja neitt slag í þetta. 4-0 og HK tekur leikli. Ok, núna þurfum við að stjórna. Now I have to control the emotions, okay? It's just this the problem, girls. Yes. We are not playing. No. We are No. not aggressive inside the court. We are scared about the set. Yes. We are scared to put the ball in the other side. Come on, And remember, we talked about we are playing against a good team and don't hesitate. Go with everything you can because you have to play your best game. Nothing less. Come on. Let's go. Já. Þetta er ekki flókin formúla. Nei. Koma bara með eitthvað besta leik. Það er eina sem dugir. Og það er eina sem er í boði þessari stöðu. 4-0 undir. Þannig miklu betra auðspil. Fyrsta stíð komið í HK. Matthildur með það. Laufey sem að fer í uppgjöfina fyrir HK. Spurning hvort að HK ná að koma sér tilbaka í hennan leik. Mín móttaka hérna hjá Sólu. Já, Laufey er að verja þetta. Möguleiki fyrir HK. Hann kom hérna. Hjördís með sóknur afturlínu og gerði vel að það tóka eins af slaginu og boltinn lenti í gólfinu. 2-4. Það er Laufey. Flott uppgjöf. Új. Já. Það leistu þetta vel, stjörnustelpur.
Erla úr erfiðri stöðu gerði virkilega vel, hamraði boltan í háörnun út fyrir. Og fínt uppspil hana hjá Brynju. Já, sneri í bakinn í hana og loftur öllu völlin. En þetta gekk upp. Dýrleif. Marja, já, þessar móttökur ekki að ganga. Þetta er aldrei svona kæruleysislegt. Já, þetta er ekki það sem að HK þarf á að halda. Það þurfa að gera miklu betur en þetta. 6-2. 6-2. Áfram Dýrleif. Góð uppgjöf hérna. Hörku uppgjöf. Marja, fínt uppspil. Áhörðin fyrir þessu, Ásthildur og Erla Rán saman. Það lokuðu bara fyrir Matthildi. 7-2, sáum þessa stöðu í fyrstu hrinni en þá var það HK sem var með 7 stig og Stjarnan 2. Þetta snúist við. Það er kannski aðeins hefnið með þessi þarna Dýrleif en það er enginn að spyrja því. Boltinn endaði í gólfinu hjá HK. 8-2. Heldur betur meðbyr núna hjá Stjörnunni. Það er spurning hvort að HK eigi eitthvað svar. Svarið þarf allar að koma fljótt. Já, það er svona. Það var Hanna. Langt úti. Langt úti. Engin snerting. Já, það vantar mikið upp á sóknarleikinni á HK. Hann hefur verið slaggur, verð ég að segja. Já. Það er eitthvað að breytast. 9-2. Þeir eru að renna frá þeim. Og munurinn að verða býsna mikill. Dýrleif gerir vel hann heldur en með efnið. Erla getur að fá þetta, nei, Ásthildur á miðunni, þetta er varið. Tæki var í HK núna, Laufey var afturlínu. Leðis varið, hver ætlar að spila þessum? Já. Það vildi enginn spila þessum. Enginn, nei. Glemdu það sér aðeins. Uppspilarinn lendi í fyrstu snertingunni og hver ætlaði þá að taka næst? Bröðust á seint við Stjörnustúlkur. Það var Matthildur. Hún var með flottar uppgjafir inn á þann. Það er fínt að fá þær núna. Já. Nálagt þarna, új. Já, botarinn í neti líklega. Já. Steinhýs á þessu. Það er ekki sammála þessum dómi. Fyrir framan nefið á dómaranum. Stig var að til HK allavega. 4. stigi komið, 4-9. Það var Matthildur sem að gefur upp. Sér úti. Já. Það er spurning hvort þetta sé húsið. Þetta er nýtt hús náttúrulega. Leikmenn þurfa aðeins að venjast uppgjöfunum í nýjum húsum. Já. Enda sumum illa, sumum verð illa, sumum betur. 10-4. Erla í uppgjöfunni, já, góð móttaka núna. Mikilvægt, já, góð flott sókn núna hjá HK. Glæsilega gert hjá Hjördísi. Það þurfa að koma með meira af þessu HK-stúlkur. Þá gerir HK skiptingu. Já. Það er Sigríður Gísladóttir sem kemur út af. Og Sara Ósk Stefánsdóttir inn á ungu efnilega stelpa. Kemur inn á í kannski sínum stærsta leik. Hingað til. Já, fætt 2002, hún Sara. Engin aldur. Nei. Það er bara svoleiðis, 21. öldin er mætt. Hanna með ásatna, hún á flottar uppgjafir, jæja. Það er best að fara ekki á mikið í þennan pakka og hæla leikmönnum. Setti þennan í netið. 11
6. Þá er að Brynja. Það er nú að taka á móti þessu. Þá er það Sara, hún laumar. Birta tekur þetta. Erla á afturlínu í hávörnuna út fyrir. Erla heldur bara áfram. Skora stig. Engin ástæða til að hætta því. Þessi 12. stig hérna. Það er bara svoleiðis. Það er bara ekki nógu góð í HK. Nei. Ástildur. Flott hávörðan hjá Söru. Og undirbókinu Birtu. Kemur sterk inn. Já. Eftir þetta í gólfið. Spila bara metir á miðuna. Já, flott innkoma þarna hjá Söru. Það stimplast inn í leikinn strax. 7-12. Ragnheiður. Steinun. Steinun setur þetta. Hjördís. Rósa. Erla fær þennan. Aðeins og lágt þarna á Erlu í afturlínuna. Eða hún er aðeins og sein. Hvernig sem á það er litið. 8-12. Það er aðeins að minnka munurinn. HK stúlkur aðeins að stíga upp hérna. Og að bæta sig. Edda. Edda tekur á móti. Fær svo boltan. Steinun er að verja þetta. Hjördís hamrar með línunni á. Miklu betra hjá HK núna. Hjördís kom með 9 stig. Hún er stigahæst núna hjá HK. Miskilningur. Já, smá einbeitingarleysi núna hjá Stjörnunni. Það er eiga að taka á móti þessu. Og Matt tekur leiklið hérna. Heyrðu hvað það segir. Hey, we side out right now and get our 3-point lead, right? We're just letting them back in now, all right? Too many mistakes on our side, all right? Just get out there, pass the start, let's get a good hit, all right? Cover your hitters. All right, come on, let's go. Akla, ever stay up, stay on that line of defense. Don't move in too much. If Hjördís has line, she will go line. You can dig that though, okay? Good. Já. Já, við erum að gera mikið af mistökum. Aðeins að hann var bara aðeins að róa hugan hjá leikmönnum held ég. Já. Þess að stoppa þetta stigareynsli af HK. Jæja. Það er áttu þetta kannski inni í netstrenginu niður. Það er enginn að fara að taka þetta. Nei. Þetta með gott stig. Það er mikilvægt að hún haldi Stjörnustúlku við efnið. Hún sé ekki að klikka á uppgjöfunu núna. Já, takk fyrir. Leið og ég sagði það. Það var akkurat það sem hún átti ekki að gera. Já. Slefti takinu á þeim. En allt í lagi. 11-13. Tækja stigamunur. Það var það Ástildur í uppgjöf. 13-11. Hjördís með góða móttöku. Laufey. Þarna er nú Rósa að taka hann aftur. Rósa hefði getað tekið hann aftur þarna. Það með þetta. 12-13. Það er athyglisvert að HK er búið að vinna sig aftur inn í hrynuna eftir ja, bara skelfilega byrjun verði að segja. Já. Það voru ekki mættar til leiks þarna í annar hrynunni. En það er heldur betur að lifna yfir þessu núna. Já. Flott sókn núna þarna hjá Stjörnunni. Ragnheiður Tryggvadóttir heldur þetta með línunni.
12. Árvar Rósa. Fín uppgjöf, góð móttaka hjá Hjördísi og Sara. Fína sókn þarna. Við erum að vinna úr þessu. Þetta er kannski svolítið óvenjulegt að spila svona hátt að miðinni en þannig að meðan að skila stigum því ekki. Já. Við erum komin í uppgjöfuna Sara Ósk. 13-14. Já, setur boltann í netið. Það er kannski ekki hennar besta uppgjöf. Ragnheiður. Stjarnan enn með 2 stiga forystu. Rétt út þarna en ágætis tilraun þarna hjá Eddu. Já, finnst bara móttakan ekki vera nægilega góð hjá HK. Nei. Ná ekki einhvern veginn að setja upp alvöru sóknir. Hjördís að taka vel á móti hérna. Það kom alvöru sókn. Glæsileg sókn þarna. María. 14-16. Laufey. Laufey getur gefið vel upp. Þurfti að koma með eina góða uppgjöf núna. Smá ströggl á. Jæja, það er nú að bjarga sér þarna Stjörnustöldur. HK þarf að rétta þeim boltann yfir. Erla hlýtur að fá þetta, nei, á miðjuna. Tækifæri fyrir HK núna. Matthildur. Laumar. Skemmtilega gert. Laumar hérna aftast í horni. Ragnheiður var að leiðin en hætti við. Leist ekkert á þetta. Aðeins betri á HK núna, 15-16. Og Laufey. Sér rétt út. Já, þetta er ekki þriðja uppgjöfin í röðu eða hvað hjá HK sem að fer í súginn. Jú. Þeir eru svolítið að sjálfur sér vestar svolítið. Hann gerir stjarnarskiptingu. Það er Guðrún Ása Kristleifsdóttir sem hann kemur inn á mikil reynslubolti í staðan fyrir Dýrlaufu. Já, Guðrún Ása er uppspilari. Hún er að koma inn á til þess að gefa upp væntanlega Dýrlaufu. Gerir það vel. Inni segir línuvörðurinn. Já, var langt inni. Það var góð sókn þarna hjá HK og Matthildi. 16-17. Það er snúa að skipta þá tilbaka. Guðrún Ása kemur út og Dýrlaufu aftur inn. Og svo út. Já, það er alltaf verið eftir reglum hérna. Sóley komin inn á staðinn fyrir hana. Sjáum vörnina. Skemmtileg uppgjöf þarna hjá Matthildi. Setur hann stuttan. Beint í miðjuna. Og jafnar hérna 17-17. Fín móttaka hjá Ragnheiði. Ástildur fær þennan. Og Hjördís er fín á Laufu. Já, gerir vel. Erla hefði getað sleppt við að kýla þennan upp. Og sjálfrátt. Og HK stúlkur komnar yfir. Það er fyrsta skiptið það ekki? Fyrsta skiptið í hrinni. Það er að þróast mjög svipað á fyrsta hrinna, nema bara öðruvísi. Já. Altså, hitt liðið. Önnur góð uppgjöf hjá Matthildi. Erla. Já, vel varið þarna hjá Erlu. Já. Það er bara að ná ekki að stoppa hana. Erla Rán. Hún ætlast þér að fara í úrslit. Já.
Þessi var inni. Já, Já, hérna. Erlan á góðri leið með að komast Stjörnustelpum í úrslit á morgun. Já, það væri stór áfangi fyrir Stjörnuna að klára þessa hreinu og koma sér í frábæra stöðu 2-0 þá. Og setja HK í mjög vonda stöðu verið að segja. Móttaka góð núna. Í hávert þarna hjá Stjörnunni. Stjörnus fær hann aftur. Þetta á Hönnu sem að laumar á góðan stað þarna. Smekklega gert í Hönnu. Það var þarna opið svæði. Nýtti sér það. Og það sé hann sjálf í uppgjöf. 19-19. Þetta er að verða hörku spenna hérna þessi hrina. Það snúast alveg við. Með móttökuna og Erla afturlínunni. Hávertin yfir þessu, Hanna María. Hjördís. Já. Ragnheiður og Brynja. Það er að verja vel hérna Stjörnustelpur. Ástildur, hvað gerir hún? Setur í puttana á Söru sem að laumar síðan aftur tilbaka. Já, hún hefur komið vel inn í þetta. Sara Óskar á miðuna. Það er að skila sínu. Strax komið með eitthvað 2-3 stig. 20-19, HK er yfir. Það er Hanna María. Fín uppgjöf. Og Brynja. Ágætis sókn. Yfir að verja þetta vel. Hjördís. Laumaði í háöndina og í antennuna. Gátu gert aðeins betur hérna Stjörnustelpur. Já, fannst það. Svolítið óhafnar kannski. Og þá er það Stjarnan sem tekur leikli. Heyrum hvað Matt segir. Hey, we're still in a good position, guys. But on defense, we're out of position where we can get balls that are like these balls are easily gettable, right? And we're still, when we're blocking, a lot of this and reaching back, right? Trust the player behind you who's going to be there, okay? Hey, we're getting position here. Hey, we saw it right away and we're back. Let's go. Erum hérna í Matthew Gibson, þjálfara Stjörnunar. Hann er jákvæður, erum í góðri stöðu. Erum að gera aðeins og mikið mistökum. Þess að fækka þeim. 21-19. Það er HK að svara fyrir sig hérna í annarri hrinunni. Erla. Já. Vel gert þarna. Gert. Báðulega núna. Sara fyrir netinu. Það er Stjarnan. Getur í Stjörnunni í netinu þarna. Sjáum að Sara er samt, hún er búin að koma sér í stöðu og loka fyrir þetta. Já. Vel gert hjá henni. Og Rósa til lítinn möguleika hérna. 22-19 til að allt í einu fara að líta mjög vel út í HK. Snúast við hérna, ná að bjarga þessu. Það er öllum stólum hreint koll hérna. Mikil barátta og Hjördís. Ragnheiður, pressar hann ofan nálægt og Sara. Yfir, já, hún er yfir. Þetta er smá óþolinmæði eða reynsluleysi. Já. Hvort vil ég kalla það, en boltinn var ekki kominn yfir neðstrenginn og það má ekki seilast yfir á helming andstæðingsins spilaboltanum. Réttilega dæmt seiling. 20-22. Þetta er góða móttöku. Og Hjördís. Já, mörg hérna hjá Rósu og Ragnheiður. María er í þessu. Hjördís fær hann aftur. Langt út. Þetta var óþarfi. Já, þannig að Hjördís gert betur. Já.
vel gert hjá Stjörnunni. Þær halda sér inn í þessari hrinu 22-21. Það er bara einu stigi núna. Mattildur með fína móttöku. Sara Birta í þessu. Verja þetta. Erla. Új. Jæja, það er annan möguleika. Slæm mistök aftur á Hjördísi. Þær eru sjálfur sér vestan núna, finnst mér HK. Já. Og gera þessi mistök. 22-22. Og Emil tekur leiklega. Hvað segir? I will take the team. Okay. Þetta bara þinn gamli fjandi. Ha? Ekkert mál. Núna ferð þú bara á móti, notar kraftinn. Ef þú ert tátt, finnur þig vel, þá neglur hann, annars laumar þig beint fyrir aftan, ok? Á Erlu, þá þarf hann að taka og við spilum. Treystum bara lið, fáum hana til að setja á þig nála og farðu. Spilaðu, ekki hafa neinar áhyggjur á neinu. Koma. Koma svo. Gott Mattildur, halda áfram þessu. Já. Já. Emil tók þarna Hjördísi á eintal. Já, hún hefur verið að rugla með tímasetningarnar. Hún hefur ekki verið að finna sig í smassinu. Aðeins að fínstilla þetta. 22-22. Og þessi var Áleiðin út, leiðin út, svei mér þá. Tekur hann, Marja setur þennan yfir. Birta, Rósa, Erla fær allt núna. Skilar því. Auðvitað. Erla er að spila mjög vel, það verður ekki af henni tekið. Það er bara að halda Stjörnunni á floti hérna stundum. Löngum stundum. Það er Brynja. Sigurði. 23-23. Þetta er að verða æsi spennandi hérna í lok annarar hrinu. Stjörnustúlkur búin að vinna sig aftur inn í hrínuna eftir að hafa lent töluvert undir. Mjög sveiflukennd hrina verði að segja. Þetta er góð uppgjöf hjá Eddu. Núna er möguleiki fyrir HK. Taka stig og Laufey. Hún gerir það skynsamlega gert. Þetta er reynslan, ekkert Þetta er annað. reynslan. Laus bolti í hárnina út fyrir. Hún þurfa bara 1 stig til að loka þessu og jafna leikinn. Það var að spila skynsamlega. Já, þetta kláraði þetta bara. Já. Takk fyrir. Hver var að tala skynsemi. Allt sem virkar er gott. Þetta var frábær uppgjöf hjá Eddu. Kláraði þessa hrinu 25-23 og jafnar þar með þennan leik 1-1 í hrinum. Já, flott endurkomið þarna hjá HK. Það var svona dálítið búinn að afskrifa þér þarna í byrjun hrinunar. Það er bara mætt ekki til leiks. Fyrir henni miðar hrinuna þá fóru þeir að spila svona af eðlilegri getu. Já. Og náðu að snúa þessu sér í vinn. Og það hefur ekki munað miklu hann undir restina. Það er vel gert hjá þeim engan síður. Þetta eins og við vorum að spá hérna fyrirfram. Þetta verður hörkuleikur. Það er bara svoleiðis. Það má búast við einhverju seinkun á deginum upp á þessu. Já, það er ekki ósennilegt. Seinni undanúrslitaleikurinn hjá konunum á að samkvæmt dagskrá hefjast núna klukkan 3. Já, eftir 20 mínútur. Það verður Sem að ekki... þýðir það að við ættum að vera að horfa á liðin, vera að hita upp hérna á vellinum. Það er ekki að fara að gerast alveg strax. Það er að lágmarki 2 hrínur eftir hér. Gæti orðið 3. Þannig að þið kæra áhorfendur hefur ekkert að fara neitt strax. Það leikur ekkert á.
Það líka enn nægur tími til að koma sér hingað í Digranesið. Hvetjum fólk til þess að kíkja hérna á okkur, fylgjast með hörkuleikjum og styðja leið við bakið á sínum liðum. Já. Skapa góða stemmingu. Það ennþá pláss í stúkunni. Og 3 hörkuleikir sem við fáum hérna eftir þessum. Kannski ég farið hans aftur yfir það. Það seinni kvennaleikurinn hefst á þessum leikloknum þar sem að Þrótturnes og Afturelding mætast. Fyrir kallaleikurinn klukkan 5 þar sem að Hraunumenn og KA mætast og síðan eftir þeim leik það HK Stjarnan. Já, ég held að leikur Þróttarnes og Aftureldingar verður sennilega hörkuleikur líka. Já. Það verður athyglisverð barátta. Tveimur góðum liðum þar. Það voru alltaf að vera klárt hérna í þriðju hrinunni, 1-1 í hrinum. Stjarnan sigldi fyrstu hrinunni heim, HK svaraði fyrir sig með því að vinna þá næstu og þetta allt saman opið í þessum leik. Engin leið að spá fyrir úrslitin hér. Það Stjarnan sem hefur leik hérna í þriðju hrinu og fyrirliðinn Rósa Dögg í uppgjöf. Og slær þennan beint í netið. Og HK fær fyrsta stigið hér. Og það hún Sara sem fer í uppgjöf. Þetta góða innkomi hérna áðan. Langur bolti þarna. Já, skoraði stig. Skoraði Ás. Það er 2-0 fyrir HK. Önnur góð, beint á Sóliðu sem að það ekki vinn úr þessu. Slagt framspil hana hjá Hönnu. Þetta eru mistök sem að við viljum ekki sjá. Móttakan beint yfir. Ragnheiður. Já, halda þess á lífi. HK-stelpur. En ekki lengur. Nei. Góð sókn hana hjá Erlu Rán. Skerir vel hérna. Laufey. Já, var þessi ekki bara í... Já, ég sá það ekki. Jú, mér finnst þetta að vera bara í netið. En ég ætla hann að fara að segja að mér finnst lítið hafa borið á Laufey í þessum leik. Ekki alveg fundið sig hérna. Nei. Ragnheiður. Týrleif bóta þessu. Já, vel gert þarna hjá Lyftu. Edda setur þetta bara yfir. Þá er Erla. Hún er að fara að lemja þetta. Hjördís gerir vel. Hjördísi og kefa þennan Laufey. Já, það er góð barátta núna í báðum liðum. Erla. Skrúar þennan. Aðeins og bratt. Og út. Skera þetta hérna meðfram netinu. Gerði það reyndar. Aðeins út fyrir völlinn. 3-3. Það er líflega af stað hérna, þriðja hrinnan. Góð virki hérna hjá Laufeyju. Stjörnustúlkur gerir nú bara vel að halda þessu gangandi. Bara Hanna. Skemmtilegt spil hérna hjá Eddu og Hönnu. Snöggt spil hérna fyrir aftan, uppspilaðan. Flott sókn.
Hanna var ekki alveg nú vel vakandi hérna. Nei. 4-4. Þá er það Dýrleif. Dýrleif Hanna. Hjördís er að taka vel á móti hérna. Þetta uppspil ekki nóg gott. En á bjarga þessu. Laufey setur hennan út fyrir. Já, það er fyrst vanta aðeins upp á gæðin í leiknum. Það er svona fullmikið af mistökum. Já. Verð ég að segja. Þetta er ekki það sem maður er svona vanur að sjá. Það er greinilegt að það er töluvert stress í gangi. Það vantar upp á sjálfstrausti hjá mörgum leikmönnum, finnst mér. Þetta hérna, móttakan er ekki góð. 6-4. Það er aðeins núna slagur kafli á HK og stjórnan er að ganga á lagið. Við erum með leikli, skulum hlusta á hvað hann segir. Ok, þessi byrjun er bara að stjórna hér. Verið rólega. Dragið bara andan djúpt og get to some point of just consciousness. Play this with smart mind, okay? We are giving them points. We are not going to give them points. Play aggressive against this team. Not with. Don't give them any free points. Let them work. Let them work in reception. Let them work in defense. Okay. Koma. Já. Skiljið ekkert eftir. Koma nú. Já. Emil vill bara hvað? Það sé bara með hugan við leikinn í rauninni. Já, þetta er bara smá einbeitingarleysi einbeitingin og stress. Það eru þetta við að gera mistök. Sáum að þetta er ekki að stemma hérna Adriana. Erla. Betra hérna hjá HK, en þessi er úti. Vel úti. Það er alveg rétt hjá Emil. Það vantar einhvers konar yfirvegun finnst mér í lið HK leikliðsins. Það er svona þess að séu svolítið á innsoginu einhvern veginn með þetta. 7-4 en gengur betur hjá Stjörnunni. Þær eru að tína einn stíð núna. Það er áfram Dýrleif. Hjördís að taka á móti. Læsilega gert þarna hjá Eddu. Já, tók málinn í sína hendur. Gerði þetta sniðulega. Fingurslæginu bara. Það getur verið beitt vopn líka. Lítið sakleysisljót. Matthildur. Hörstu ekki hérna. Ragnhildur að taka vel á móti. Ragnhildur. Möguleiki núna í HK. Já. Það er að verja þetta Erla Rán. Það er laumessu. Marja Hjördís. Hjördís þarf að klára þetta. Nei, Erla er fyrir. Aftur Hjördís. Já, betra slag hérna hjá henni. Klára þetta. Já. Sjötta stíð á HK. 6-7. Þetta er fína uppgjöf. Magni er að taka vel á móti hins vegar. Erla er að fá mikið. Eðlilega. Já. Þá er það Hjördís. Laumar. Já, sér í gólfinu. Og Hjördís hérna jafnar 7-7. Hjördís kom með 12 stig. Hún er búin að vera atkvæða mest hjá HK. Matthildur með 9. Sem er hérna í uppgjöfinni. Það er flottar uppgjafir hjá henni. Magni er eins að taka vel á móti. Þarna er alvöru hávörn. Brynja. Þetta tapaði boltanum hérna. Betra að hafa augun á honum.
En vel gert hjá Stjörnu stelpum. Það er gott stig hjá þeim. Þá er það Erla, hún tók rispu hérna áðan úr uppgjafareitnum sem er engin reitur lengur. Það er bara... Hjördís gerir þetta vel á Brynja. Háverðin er í þessu, tækifæri hún í HK. Hjördís, gott slag. Það er í þessu öllu. Aftur. Þessi er inni. Vel gert hjá Hjördísi. 8-8. Þessi hér alltaf að þróast aðeins öðruvísi en þeirri tvær. Já, sem voru mjög sveiflukendar. Nú eru liðin bara að fylgjast að. Já. Þetta er játnum hérna. Aðeins meiri vandræðagangur á móttökinu núna hjá Stjörnunni heldur en áður. Já. Ásthildur slær þannig. Edda og Hjördís setur þannig út. Tækifæri hérna fyrir HK. Náðu ekki að nýta. Og Brynja í uppgjöf. Þarna kom góð móttaka frá Maríu og Sara lemur þennan langt út. Já, það var vel úti. Glemdi úlinum heima þarna. Tíu 8. Brynja María. Það verið býsna örugg í uppgjöfunum í dag. Það eru lítið að mistökum. Já, Laufey gerir vel hérna. Birta er að verja. Erla Rán setur þetta yfir. Þetta er varið. Og möguleiki hérna hjá Hjördísi. Þetta er háverðin og... Nei, það er verja þetta. Birta spilar svo upp á Erlu. Neglir þessu í háverðin og niður. Já, flott skorpa hérna. Erla heldur áfram að skora stigin. Ég verð að hætta að hæla leikmannum. Það er bara ávísun á mistök. Já, við getum kennt hér Heldur betur. allar yrkja sem Hefur eiginlega ekki klikkað hjá mér. En svona er þetta 9-11. Og það voru Edda, uppspilari HK. Hún var með flotta uppgjöf hérna áðan. Hún kláraði aðra hrinuna beint úr uppgjöfinni. Gekk ekki núna. Laufey. Erla er að verja þetta. Þá var það, nei, þetta var allt á stutt. Nú vantar sókn. Laufey kemur þessi yfir. Brynja er að verja. Þá var það Erla. Aðeins svo nett á því hérna. Já. Ætla að lauma boltanum yfir en fór aldrei yfir. 10-11. Við erum alltaf að fylgjast að. Sér úti. Það var það Ásthildur Gunnarsdóttir í uppgjöf 12-10. Hjördís bara fæla hann yfir beint á Rósu og Ragnheiður með glæsilega sókn hérna. Standa sig vel. Ragnheiður Tryggvadóttir spila hún með fínan leik. Tekið mikið í stigaskorun, hún tekið mikið á móti og varið fullt af boltum. Fítustelpa Ragnheiður. Fín uppgjöf hana í Ásthildi. Brynja átti að gera betur þarna.
Hjördís. Ragnheiður. Og Erla setur hann beint á Maríu og Hjördís. Þarna kemur þetta. Gott slag hjá Hjördísi. Hún er aðeins að ströggla með sóknarslægið sitt en það var ekkert af þessu. Alls ekki neitt. 10-14. Við erum komin í uppgjöfina. Hjördís Eiríksdóttir. Flott uppgjöf. Það er Ragnheiður sem er að taka á móti. Það eru Drjú í móttökunni. Og Laufey. Já, sjáum að það er sóknarleikur ekki alveg að ganga upp hjá HK. Já, snerting. Já. Voru í háorðun á út fyrir. Nei, mótmælaði sig ekki HK-stelpur. En innan ferðina er Erla komið með stig. Það er eitthvað að stiga. Já. Töflunni. Það er ekki alveg samræmi. Nei. Deildaraborðið segir 14-11 en taflan 14-10. Þarna kemur þetta. Já, rétt staða er 14-11. Beint í gólfið. Það er nánast frá Rósu. Vel gert þarna hjá fyrirliðanum. Rósa aftur, 15-11. Betri móttaka núna. Sara með glæsilega sókn, Birta með fína vörn. Erla setur hann á góðan stað. Það er ekki alltaf að hamra. Erla Rán Eiríksdóttir með enn eitt stigið. Að fara hamförum í þessum leik. Stigakóngur Mizuno deildarinnar láta finna fyrir sér hér í undanúrslitunum í kjörinsbikarnum. Rósa, fína uppgjöf. María með góða móttöku núna. Laufey, þarna kemur alveg slag frá Laufey. Hún er búin að geyma þetta allt og lengi. Já. Láta vaða. 12-16. Ára Sara. Fína Glæsileg uppgjöf. uppgjöf. Rósa, Erla fer þennan. Sér úti. Reyndar bara rétt úti. Já. Það er bara nokkri sentimetrar. Það er ótrúlega örugg Erla í dag. Það er ekki klikkað á mörgum sóknum. Nei. Ára Sara. Fínt var það en boltinn fór aldrei yfir. Þetta geta reynst dýrkeypt mistök hjá HK. Missa þessar uppgjafir. Það bæði búið að vera mikið af uppgjafaklúðurum og ásum en í dag, finnst Já, mér. það er bara mikið gerst úr uppgjöfunni. Ragnheiður með góða uppgjöf, móttakan hjá Hjördísi fín. Þá er það Matthildur, já. Þetta slag hjá Erlu, kannski ekki hennar besta. Já. Sigurbjörn samanlegar í því. Hún brosir bara að þessu. Kvartar ekkert undan þessum dómi. Nei. Veit upp á sig skömmina. 14-17, Laufey með uppgjöfina. Ragnheiður með flotta móttöku. Dýrleif laumar Steinur spila honum upp á Matthildi sem að gera vel þarna. Já, þurfum að sjá kannski aðeins meira frá Matthildi. Hún bara komast betur inn í leikinn. Já. Fyrst hún eiga aðeins inni. 15-17, þetta er engin munur.
Það skrautlegt þarna. Já, HK fær stigið. Það eru að tína þetta inn. 16-17. Góður kemdi á HK núna. Stjarnan aðeins að gefa eftir eins og þar. Jæja, ég verður að fara að hætta þessu. Það var ekki svo góður, allavega endaði ekki nógu vel hjá HK. 18. stíg komið á Stjörnunni. Þá er það yngri systirinn, Laufey og Dýrleif komið núna. Það gerir hún. Flotta uppgjöf. Hjördís að taka vel á móti. Áhöldin er góð. Já, heldur lágt uppspil á hönnu. Já, það var að fá þetta aðeins herra, en Ásthildur var vel með á nótunum. Fær þessa Háörn. Mikilvægt stigi á Stjörnunni, 19-16. Hann ná einhvern veginn ekki að setja upp sókn, HK-stelpur. Nei. Hérna kannski, já, sem að Matthildur reyna svolítið mikið að lauma þessu. Þetta er arfaslagt. Ágætist tilraun þarna hjá Matthildi. Já, hún var komin í vonlausa stöðu eiginlega. Þetta er aftan dómarann sem er það. 20-16, þetta er að renna svolítið frá HK núna, þeirra eigin mistök, verði ég að segja. Já. Dýrleif enn í uppgjöf. Fín uppgjöf. Frá móttaka Hjördísi, Matthildur. Dálítið nálægt netinu þarna. Hanna þarf að fá þennan. Erla með fína laumu, en María er í þessu. Hanna setur hann auðvitað yfir. Og Ásthildur með slag og snertingu hérna, já. Það er að falla með Stjörnunni. Þær eru bara aðeins ákveðnari. Það var trú á þessu. Emil tekur leikhlé. Stelpur, koma. Núna þarf bara að standa í fætur. Losa þessa stöðu, finna leið í gegn. Ok? Hanna, leiðin er þín megin, auðveld. Og ef að þú fær, þá er hann gott hátt á Erlu eða að fara krossinn. Núna er... Já, það er allt í lagi. Þú passar þig bara að koma fyrir aftan. Og stelpur, svo það bara að vinna raskatið af sér. Þær eru alveg á öndinni líka. Ég sé alveg að það er ástæða fyrir því. Koma! Á standi í fæturnar! Koma nú! Erla er aftur næst og þá rúllum við í gegn. Skemmtileg munur á milli þjálfara. Emil lætur heyra í sér. Já, það er að reyna að blása lífi í liðið. Það veitir ekki af. Það lítur ekki vel á tjáðum. Þannig að spila hann við hérna. Hjá Dýrleifu. Erla bjargaði. Enn að ferðina. Það var að teygja sig í þetta einhvern veginn. Íta boltanum í háörnina. – 22-16. Þetta fyrir að verða erfitt fyrir HK. Matthildur, fína sókn. Rósa á Erlu. Fín vörn á Hjördísi. Hér á þennan. Þetta er bara... Já, þessi sóknarleikur er bara ekki nógu góður hjá HK. Og þetta slær hann þessi á. Þessi var inni háörnina og endaði inni. Mikil barátta reyndar hjá báðum liðum. Við skulum hæla þeim fyrir það, ekki spurning. Stjarnan er bara að klára þetta. Þeir eru aðeins ákveðnari. Fín móttaka.
Ástildur vel á verði þarna. Já, þetta verður bara að spila þessi boltum. Já. 24-16, Og eitt stig HK þurfa þær. gerir skiptingu. Það Herborg Vera Leifsdóttir sem kemur inn á fyrir Laufeyju. Leif búinn að vera lengi hérna í uppgjöf. Það ser rétt úti. Já, það er gálgafrestur fyrir HK. 17-24, getur kannski skorað nokkur stig og reynda að koma sér í gírinn hérna fyrir næstu hrinu. Já, það þessi hrina er vantilega farin. Já. Það hlýtur að vera þeirri eina markmið núna. Saðurlega aðeins trú á verkefnið. Þetta er flott uppgjöf. Ragnheiður er að taka vel á móti eina ferðina en Ragnheiður Tryggvadóttir er búin að standa vaktina í móttökunni hjá Stjörnunni. Gert það vel. Hennin að ferðina, aðja. Nokkvís retning þarna hjá Stjörnustelpum og Hjördís. Gott slag í hávörn út. Þetta er það sem að HK-stelpur þurfa einmitt fyrir næstu hrinu, sem ég segja. Fá hausinn aðeins upp. Það er mikilvægt. Taka með sér góða strauma. Smá meðbyr kannski inn í fjórðu hrinuna. Erla glæsileg blokk, hallnaðringinn. Það er spurning hvort við hefum afskrifað HK og fljótt hérna. Já, skildi það aldrei vera. Það getur auðvitað allt gerst. Nú tekur Matt leikli, þegar hvað hann segir. Hey. Nothing needs to be said. We know what we have to do, okay? Let's just do it. Finish this set and move on to the next one, all right? Let's go. Hey, 3 good touches in a row. Come on. Hey, koma. Er alltaf að klára? Já, Matt tekur leikli til að segja ekki neitt. Hann segir að það eigi að vita hvað þurfa að gerast hér. Já, hann er bara að reyna að hægja aðeins ferðina á þessu. Já. Gefa leikmennunum færi á að draga aðeins andan. Það þurfa bara 1 stig. Og kannski til að trufla Matthildi hinum meginn í uppgjöfinni. Hún þarf að, hún má ekki gera mistök núna. Gerir það ekki. Sóley með góða móttöku. Ástildur slær þennan út. Já. Það eru komin 4 stig eða hvað Já, hjá HK. Það er ekki alveg útilokað. alls ekki. Það er að aukast pressan núna á Stjörnuna. HK þar komast aðeins lengra. Stutt uppgjöf hérna. Hanna Kannski ætti að fara ykkur aðra leið þarna. Þessi er ok. Erla slær hann út. Það verður betra fyrir hann að spila úr þessu. Já, Taka sénsinn á sókninni bara. En 22-24. Þetta er að renna aðeins frá Stjörnunni. Þær hafa ekki endalaust tækifæri. nei, það þarf að klára þetta. Þurfa að fara að gera eitthvað. Eitt stig enn og pressan er komin á þær heldur betur. Já, þarf Matthildur bara að halda. Nú þarf hann að klára þetta og gerir það. Á réttum tíma. 23-24 og Stjarnan hefur bara 1 tækifæri núna til að klára þetta, annars eru það komnar í uppbækkun. Já, einum hvað Matt segir. Já, hérna, hér. Come on, guys. It can't take us 8 chances to side out a ball. Let's go. Come on. Koma, bara nice and easy. Rólega í mótum. Ef við erum ekki góð stað til að slá hann, ekki búin búið. Laufeyri á henni.
Jaha, fyrsta skipti sem ég heyri Matt eitthvað aðeins þennja sig. Já, hann er orðinn. Hann mátti greina smá áhyggjur í röddinni. Já. Ekki alveg það sem hann sá fyrir sér. Þetta yrði agalegt fyrir Stjörnuna að missa þessa hrinu frá sér. Hún er með hana algjörlega sitt vald. Erla, kom á svo. Já, hún kláraði þetta. Já, já. Á síðasta séns. Já. Heppni þarna að Herborg hafi verið í honum. Já, það sem var á leiðin út held ég. Það var engin afgangur allavega. En heldur betur meðbyr sem að HK fékk hérna í lok hreinunar. Það er núna spurning hvort liðið að meira inni. Ef Stjarnan hefði tapað hérna, þá hefði þessi leikur verið HK. Ég er alveg viss um það. Ef Stjarnan hefði tapað þessari hreinu. Já. Það er spurning. Það var svona athyglisvert að fylgjast með þessu. Það vorum við komið með 16, 24 og svoleiðis. Já. En allavega HK getur tekið eitthvað með sér inn í fjórðu hrinuna. Fengu ágætis reynsli hérna í restina. Það verður athyglisvert að sjá hvernig fjórðar hrinnan þróast. En Stjarnan þarf bara eina hrinni viðbót. Þá er það komnar í úrslitin í fyrsta sinn sögunni. Það eru hrinu frá því að skrifa sig á spjöld sögunar þessar stelpur. Koma sér alla leið í úrslitin. Það eru farnar að finna lyktina af úrslitaleiknum sem að fer fram á morgun hér í Digranesi. Já, það verður nóg að gera hérna morgun líka. Það sem að 4 leikir fara fram. Byrjum snemma, vökkum snemma í fyrramáli. Fyrsta leikurinn er klukkan 9. Það sem að KA mætir liði Hugins Leiknis í 3. flokki kvenna. Klukkan 11 er það Þróttunes sem tekur á móti lið Vestra Afturheldingar. Einnig í 3. flokki, það eru karlarnir. Og síðan klukkan 1 er úrslitaleikur kvenna og klukkan 3:30 úrslit karla í Kjörusbikarnum. Já, það er nóg framöndan. Heldur betur. Það er athyglisvert hjá yngri flokkunum að það eru landsbyggðarliðin sem að halda upp í heiðrinum. Já. Það er bara þannig. Framlag höfuðborgarinnar er inn í sameiginlegt lið Vestra og Afturheldingar. Já, vorum við með að ræða þetta fyrir leik. Það er athyglisvert að blanda saman liðin frá Ísafirði og Mosfellsbæ. Já. Það er skemmtileg samsetning. Og líka þetta gaman að sjá hérna áðan í leiknum þar sem að Vestri telti fram liði með strákum og stelpum. Já, blandalið. Og það stóðu sig feiki vel stelpurnar verið að segja. Það var virkilega flottur hópur frá Vestra. Hrikalega efnilegi krakkar. Það var alltaf verið klárt hérna í fjórðu hrinunni. Allt undir hérna. HK verður að vinna. Það er bara svoleiðis. Það er bara þannig. Það er Sara sem að byrjar hérna. Já, hún heldur stöðunni. Og minna hérna í þriðju hrinunni. Og gerur þetta vel. Fín uppgjöf. Erla. Það er lágt fyrir Erlu. Já. Og Matthildur möguleika á Fogos og það er að nýta hana. Gerir það. Góð byrjun að þannig HK. Já. Sara Ósk aftur. Fín uppgjöf, Brynja tekur vel á móti. Þá er það Erla. Erla hamrar þennan í gólfið. Já. Matthildur með móttökuna.
fær þetta uppspil. Já, og klárar þetta. Birta var í þessu, góð tilraun þarna. Sjáum að Matthildur að byrja þessa hrinu svolítið sterkt. Já. Með 2 stig hérna strax, það er mikilvægt. Það er mjög mikilvægt fyrir lið HK. Laufey. Boltan í heiðstrengin, já. Það er svona mín tilfinning að HK hafi sett kannski aðeins svo mikið af uppgjöfum í súginn. Það var ekki efni á því. Nei. 2. Það var Dýrleif. Já, María með ágætt smóttöku núna. Þetta er bara lágt á hönnu. Náðu nú að bjarga þessi yfir samt. Og það var að Matthildur með gott slag. Háurnin er í þessu. Það er hann aftur. Aftur Matthildur. Laumar þessu í háurnin og niður. Læsilega gert hjá henni. Já, hún fer bara að stað með látum hérna í 3. hrinunni, nei 4. hrinunni. Hún er hrikalega snjall leikmaður þátt fyrir ungan aldur. Erla snýrar þarna, skemmtilegt. Klaufaskapur hérna hjá HK, Já. svolítið. Þrjú. Þetta er allt í lagi fyrir Stjörnuna. Það færast nær markmiðinu. En að HK þarf að gera meira. Fín uppgjöf. Setur Potra hérna hana. Hjördís hamrar þetta á Birtu. Ver þetta vel og Brynja slæðir þennan í antennuna. Sér úti á. Þetta er hárrétt. Fjögur 3. HK með frumkvæðið. Það var Hanna María við uppgjöfina. Brynja tekur á móti. Ásthildur. Fær hennan á miðinni og þessi er hvar úti. Já, flott slag, rétt út. Já, og aðeins óöfn hann Ásthildur. Sóley. Erla á afturlínu. Hjördís laumar þessu langt aftur. Já, Hjördís gerði vel hérna. Finnst bara eins og uppspilið passi einhvern veginn ekki alltaf hérna. Aðeins að hérna á kantinn hjá HK, en Hjördís gerði vel hérna. 6-3, þetta er það sem HK þarf. Ekki þetta hins vegar. Nei. Fjögur og Brynja. Já, Hjördís að taka vel á móti. Sara finnst að lauma þessu. Þetta er sóknina þarna. Áhörnin fín. Fín vörn hjá Matthildi. Hjördís. Új. Já, góð háurn í Stjörnunni. Það er að loka fyrir sóknina þarna á kantinum. Þeim 6. Brynja heldur áfram að gefa upp. Þetta er að ráða vel við þetta. HK. Ragnheiður. Þetta Hjördís. Enginn í þessum. Hjördís er með gott slag þarna. Kantinum, 7. stigið, 7-5. Það er þetta sem að fer í uppgjöfina.
Við sjáum að HK er aðeins meira í þessu, það er svona... Þetta er þriðji uppgjöfun núna bara aðeins svo í mikið. fjórðu hreinu. Það hafa ekki efna á þessu eins og við erum búin að taka fram nokkru sinnum í þessari útsendingu. Þetta er dýrkeypt. Stundur. Hjördís að taka vel á móti sem fyrr. Laufey, fín vörn hjá Brynju og Erla fær þennan. Einhver snerting, nei, einhver snerting dæmt hérna. Átta, 6. Dýrleif laumar að setja sína þarna. Matthildur. Hún gerir vel þarna, mér finnst uppspilið einhvern veginn bara ekki passa þarna á kantinn og nálagt. Þetta er rosa nálagt. Og kannski á stutt, en Matthildur leist þetta vel. Laumaði síðan með nöglinni, sýndist mér. 9-6, Hjördís. Brynja tekur vel á móti. Dýrleif fær hann aftur. Glæsileg miðjusókn hjá flott sókn á miðjunni. Maður gleymir oft hvað þessar miður eru góðar þegar þær fá svona lítið spil. Já, það þurfa að nýta færin sem þær fá bolta. Anna Rósa. Fín uppgjöf. Góð móttaka núna. Laufey. Hjördís spilar upp á Matthildi sem að þarf að lauma á Rósu og Erla fær hann hér frá Birtu. Þetta á Laufey. Brynja. Já, Dýrleif snýri bakinu í netið. Einhver er sagt að þetta mætti helst ekki. En það virkaði núna. Já, hún var heppin. 9-8. HK er ennþá með forystuna en hún er lítil. Aðeins 1 stig. Þess ekki, áfram heldur leikurinn. Rósa spilar upp á Erlu sem að hamra hann á Hjördísi. Laufey tekur hann. Rósa, Erla. Já, 9-9. Þetta var fín skorpa. Bæði liðin er að berjast vel núna. Þess að hlaða í sóknarleikinn. Það er mikið í húfi hérna. 9-9. Þá gerir HK skiptingu. Sama og sama áðan. Herborg Vera Leifssonir kemur inn á fyrir Laufey Sigmundsdóttur. Laufey kannski ekki alveg verið að finna sig í sókninni sérstaklega. Og aðeins inni þar. Sjá hvað Herborg gerir hérna. Fína móttökur hjá Hjördísi. Sara. Já, þessi siglir út. Langt út. Það er ekki að... Það er kraftur í slaginu, við sjáum það. Bara aðeins að stilla þetta bara. Já, sterk stelpa. Lítið óheppinn. Þetta siglir nokkuð vel hjá Stjörnunni. Það eru að gera mun færri mistök einfallega. Sjáum að Rósa er búin að gefa upp, ég veit ekki hvað oft núna. Herborg. Já, sjáum að Herborg kannski hafði ekki sjálfsfröst því að slá þarna. Nei, en Matthildur hefur það. Það jafnar þessa hrinu 10-10. Það er Sara Ósk sem er komin í uppgjöfina. Fín uppgjöf. Sóley er að taka vel á móti. Þetta er nálagt en glæsilegt uppspil hjá Rósu. Vel varið þarna Hjördísi. Herborg, laumar, Ragnheiður og Erla fær hérna gott uppspil. Háarnir í þessu. Þetta er bara
Gert þarna hjá Matthildi, var þessi í lagi? Já, Já, þetta var... Já, hérna ríkilega hér. vel gert. Sáum og uppspilið einhvern veginn. Það er bara, það er nálægt og Já, aðeins í þetta hérna hjá Eddu finnst mér. hrósaði mér kannski of hérna í byrjun leiks. En staðan 10-11. Já, 11-11 núna. Það er of mikið af uppgjöfum sem er að fara hjá HK. Ég held að séu komnar 4 ef ekki 5 bara í fjórðurhrinunni sem Já. er þá. Það er náttúrulega allt of mikið. Þarna spilaði Edda vel upp. Engin aðgangur á því. Flott lag hérna í háurnina út fyrir. Var Matthildur dóndraði þessu. Það er Herborg vera í uppgjöf. Já, stöðgjöfin hennar. Með Í fín. uppgjöf. Brynja. Hjördís. Edda. Matthildur. Setja hann rétt út. Það var ágætis pæling hjá Matthildi. Já, Það er nokkra sentimetra þarna. hefði getað slegið þarna. En bara eina í háurnina móti. Það var Dýrleif. 12-12. Matthildur. Þetta er vel gert, já, þetta er vel gert. 13-12. Já, Matthildur búinn að spila mun betur í fjórðurhrinunni. Heldur en kannski í fyrstu 3. Já, Það þurfa á hann að halda núna HK. já. Vel gert þarna hjá Rósu. Já, nú er HK að reyna kannski aðeins svo flókna hluti. Já, Það er spurning að spila bara einfalt í þessari stöðu. já. Jæja, það er auðveldar að segja þetta hérna. 13-13 og Stjarnan færist nær þessu. Þetta er fín staða fyrir þær. Það þurfa eina hrinu en ekki gleyma því. Það við Erlu, hún er ekki hægt. Tekur einn á sinni ennþá. 14-13. Spurning hvort annað liðin er að taka eins af skarið hérna. Ná smá forskoti. Það er góð móttaka núna. Hjördís setur hann í hendurnar á Ásthildi. Við sjáum að hún er ekki að slá hins vegar náttúrulega að lauma þessu. Það gekk ekki. Það er alls ekki það sem við erum vön að sjá hjá sóknarmönnum HK. Nei. Það er að halda aftur á sér. 13-13. Móttakan er að koma. Ekkert af því. Miklu betra slag hérna hjá Hjördísi. Þá er Hanna María, 14-15. HK eru lendar undir. Flott uppgjör hjá henni. Brynja hamrar þennan í netið. 15-15. Það væri gott fyrir HK að taka smá reynsli núna, taka á nokkuð stig og búa til aðeins svigrúm. Það er vont að hafa þær alveg onni í hálsmálinu. Já, Og þessi var að sigla svei mér þá. Já. Jæja, áfram heldur þetta. Matthildur gerir vel hérna, hún þarf að fá góða sókn. Hjördís. Hún kemur hér. Alveg svellköll þetta Hjördís. 3 stig í röð núna í HK. Það lítur betur út, aðeins meiri yfirvegun.
heldur áfram. Ragnheiður tekur á móti. Brynja. Þegar er að verja og að gera það. Nú þarf Hjördís að hamra þetta og gerir það líka. Allt eftir uppskriftinni. 17-15. Vantar aðeins sóknir núna á Stjörnunni. Það fyrir að fá góða sókn og losna úr þessari stöðu. Fín móttaka þarna. Ásthildur. Vel gert hjá Ásthildi. Þarna kom sóknin sem vorum að tala um. Góð sókn á miðunni. Ásthildur hérna og Rósa náðu vel saman. Nú er Brynja komin í uppgjöfuna. Ágætis uppgjöf. Marja slagt uppspil. Það er ekki gott hjá Háká þarna. Og Ásthildur fær hann aftur, setur hann í blokkina og Engi tekur þennan. Góð hávarnarni á Háká. Við höfum ekki séð svo margar hávarnir Nei. þessum leik. 18-16. Háká þarf að gera aðeins meira til þess að koma sér í oddarhinu. Styrkja hjá Eddu. Erla. Já, setur hann bara á rétta staðinn. Það er yfirvega slag hjá henni. Sló ekki alveg á fullu gassi. 17-18. Allt í járnum hérna. Herborg, fínt slag. Fínt slag. Rósa á Ragnheiði. Þetta, Herborg fær hann aftur. Laumar hérna. Vel gert hjá Herborgu. Kemur Háká í 2 stiga forystu, 19-17. Ætli við séum að sigla inn í oddarhinu. Það er aldrei að vita. Það er Hjördís í uppgjöf. Úff. Já, það eru býsna margar komnar svona uppgjafinnar hjá Háká, staklega. Það sé aðeins svo margar. 19. Flott uppgjöf. Marja og Herborg. Brynja, Rósa og Ragnheiði sem að slæðir hann. Edda og Herborg fær hann aftur. Sara. Jæja, hún hitt ekki boltan en stig var það enga síður. Já. Það er svo fljótt á sér hérna. Hún gerði samt rétt í stöðunni. Það þýðir ekkert annað en að láta vaða. Nei. Það er spurning hvað hann gerir hérna í uppgjöfni. Hún er ekki búin að skila miklu í uppgjöf. Búin að vera að slá út. Á 20-18. Það er nú að fara. Já, fín barátta þarna hjá Sóli. Hún fórnaði sér í þetta en Sara kom með stíið. 21-18. Það er einhvern að Stjarnan fara að taka leiklega. Já, heyrum í Matt. Hey, let's keep fighting, guys. All right, we're still giving way too many free points away. All right, we're just racking up now. All right, when we're blocking, we have to look at the hitter on the other side to see what they're doing. We're just going up without even looking and using our heads. Okay, we're just assuming they're going to hit hard every time. Now they haven't hit very hard every time. Now they're tipping a lot. Now they're using roll shots. Roll shots in the middle of the court like that have to be up. It's a free ball. All right, come on, let's go. Hey, let's not give up.
Þriggja stigum munur hérna. 21-18. Það sé rétt úti. Vel sé þarna hjá Sólu. Og Stjarnan heldur sér inn í þessari hreinu. Grettir í uppgjöf. Ragnheiður Tryggvadóttir. Betur að vera vissamt. Fín blokk þarna hjá Erlu. Mikilvægt stig hérna fyrir Stjörnuna. 21-20, 1 stigs munur. 2 stig núna hjá Stjörnunni í röð. Ragnheiður. María með flotta uppgjöf. Kemur svakaleg sókn á miðjunni. Glæsileg sókn á Hönnu. Við höfum ekki séð mikið af þessu í leiknum en alltaf kom einn virkilega flott röðsókn á miðjunni. 22-20. Það er spurning hvort að HK nær að halda lífi í þessu. Klára þessa hrinnu. Koma sér í opnar hrinnu allavega. Herborg. Já, fín uppgjöf. Þetta dæmaði hér. Rósa er í afturlínu og setti boltan yfir en var hún komin. Það fannst hún ekki að vera hátt yfir netin allavega. Þó í lappirnar sem er þá. En dómarnir dæma þetta 23-20 og nú er þetta allt í farið að líta vel út hjá HK. Það var 2 stig í viðbót. Það er smá vinna eftir samt. Góð uppgjöf hjá Herborgu. Það var vel gert hjá Herborgu þarna. Erla þarf að setja hann auðveldan yfir. Hanna fær hann aftur og skilar hérna. Það er gott að fyrir á stíðinu. Já, það stefnir allt í oddarhrinnu. Dagskráin að fara að riðlast meira hjá okkur, segir mér þá. En hverjum er ekki sama. Við erum að fá flottan leik hérna. Það er mikil spenna. Herborg er að henda þess á það bara. Engin afsláttur. Og tækifæri núna fyrir HK. Þeir ætlar að, nei, þetta er bara of lágt. Ragnheiður. Og það er Erla. Herborg. Býtum Matti fyrir að fá þennan. Og gerir það, klára þetta. Annan í gólfið. Við erum að fara í oddarhrinnu hérna í fyrsta undanúrslitaleik dagsins. Stjarnan HK 2-2. Áhorfendur að fá allt fyrir peninginn. Eða þeir sem eru að horfa á Sport TV, allt fyrir ekkert. Heldur betur. Þá er framundan oddarhrinnan. Við skera úr það hvort liðið spilar til úrslita á morgun. Og síðan strax í kjölfarið á þessum leik. Þá er það seinni leikurinn hjá konunum. Það er leikur Aftureldingar og Gróttar frá Neskaupstað. Það verður ekki síður spennandi viðureign. Getum við lofað ykkur. Nei, Þrótturnes deildarmeistarar og Afturelding í öðru sæti Íslandsdeildarinnar. Þannig að Það verður engin afsláttur þar held ég. nei. Já, hvort liði verður það Stjarnan eða HK sem að sigrar hér í dag og spilar til úrslita á morgun. Við fáum að vita það eftir nokkra mínútur. En það fyrir leik veðjaði á Stjörnuna. En núna er ég ekki viss. HK búinn að Það var stigið svolítið upp. Já. Samanskapi
Finnst mér, sóknarleikurinn í Stjörnunni, hann hefur byggst rosa mikið á Erlu. Hún hefur verið að skila og hún er auðvitað búin að skila hátt í 30 stigum í þessum leik og það getur engin kvartandi af því en sko, hún getur náttúrulega ekki klárað þetta alveg einn. Nei. Það er nefnilega það. Það eru 5 aðrir leikmenn aðeins meira framlag í sókninni frá öðrum leikmannum í Stjörnunni. Erla er þetta með 28 stig og næsti leikmaður er með 6 sem er Dýrleif. Já. Þannig að Hjördís er með 23 fyrir HK og Matthildur með 19. Hanna með 9, þannig að það er svona aðeins það dreifist meira álagið þar. Já. Þetta er bara í samræmi við það sem við töluðum hérna fyrir leikinn. En sjáum hvað setur. Ég er alveg frekar stressuð sko, þannig að ég ætla að giska á það að leikmenn séu nokkuð stressaði líka. Já, það mætti segja mig það. Það er núna sem þetta gerist. Það þarf að taka góðar ákvarðanir. 5. hérna, nú skiptir máli hreinlega hvort liðið er í betra formi, andlega og líkamlega. Hvort liðið á meira inni. Já, það eru sömu leikmenn og kláruðu 4. hrinuna sem að hefja 5. hrinuna. Rósa fyrir Stjörnuna, spila vel í dag. Það raumar beint í miðuna. Flott fyrsta stig hérna. Og þessi er mjög uppgjöf. Glæsileg uppgjöf hérna. Fín móttaka hjá Sólu. Erla hamrar þennan. Hvað, 29. stigið hennar? 29. Hún ætlar ekkert að fara undir 30. Nei. Hún er ekki vön því. Ragnir er ekki búinn að klúra uppgjöf í dag. Held ég sé alveg rétt. Hún er búinn að vera bara öryggið uppmálað. Já. Bæði í uppgjöfunum og líka í móttökunni. Það er rosalega mikilvægur hlekkur þar. Ekki klikkar núna. Eftir og lágt. Eftir og lágt hönnu. Það hefði kannski verið gott að koma Hönnu aðeins meira inn í sóknarleikinn. Svona létta aðeins pressunni á kantsmeisturunum. Getur verið mjög mikilvægt að fá 1 og 1 stig af miðunni. Glæsilega gert hjá Matthildi og hérna fín blokk hjá Hönnu. Já, hann hendi þessu bara í gólfið. Þetta er svona típist frá miðjumanni. Þegar boltinn kemur svona, þetta er ekkert annað að gera. Það er vel gert hjá henni 2-1. Byrjar aðeins betri á HK. Það er Herborg. Já, hún hefur bara komið nokkuð vel inn í þennan leik. Erla með Fékk 30. stigið hérna. Já. Gegnum H-örnina á niður. 3-2. Stjarnan er með forystuna hér. Gera slöttirnir hratt. 15 stig þar til að klára þetta. Og Dýrleif. Engin vill sækja núna. Erla. Þetta er varið Herborg búinn að lesa þetta. Ástildur og Erla. Þetta er alveg Hávar. Hanna lokað á hana. Glæsileg Hávar þarna hjá Hönnu. Þrjú. Já, hérna hér. Þetta verður eitthvað. Við erum komin í 5. hrinu. Staðan er 3-3. Það má hreinlega ekki á milli sjá á þessum liðum. Það er bara spurning hvort liðið heldur haus hérna og nær að klára þetta. Sjáum, H-örnin er að virka vel hjá Stjörnunni. Það er að vinna mikið af boltum. Laumar. Þetta er tekið. Spurning hvort það fæst sóknina. Nei. Það vantar aðeins upp á þetta hjá HK finnst mér. Má ekki að
búa til sóknir. Kemur hún hérna. Já, hérna kom hún. Hjördís setti þetta í háurðina út. Sló ákveðið. Það er vel gert 4-3. Matthildur, það með flotta fjórður hinnu Matthildur. Þetta halda því áfram. Gerir það hér. Skorar Ás. Stigbeintur uppgjöfinni 5-3. HK kom með aðeins frumkvæði núna. Já, hérna hér. Það eru lítil mistökarna hjá Stjörnunni. Það er búin að vera öryggið uppmálað í dag en eru aðeins. Það fer aðeins straumur núna. Újújúj. Erla rættar þessu. Já, gerir þetta vel. Edda og Hjördís setur hann brattar niður. Þarna ein í hávörð á mótinni og gerir þetta skynsamlega 6-3. HK-stelpur líta gríðarlega vel út hérna. Já, það er Stjörnustelpur þurfa aðeins að koma tilbaka núna. Við erum búin að vera með góð tök á leiknum. Fyrsta sinn sem að svona aðeins fyrst er verið að gefa eftir. Jæja, góð móttaka hjá Ragnheiði. Stildur. Þetta er vel varið á slæmt slag þarna hjá Eddu. Það þarf að vera betra. Erla hlýtur að klára þetta. Nei, hávöldin er góð þarna. Hanna. Já. Rósa setur hann á Erlu. Erfitt fyrir hann þarna. Já. Hjördís fær þetta, lítur að slá þetta og þetta er í hávöldina út, ennina ferðina. Erla er með þetta. 7-3. Þess að falla með HK. Þá við leiklega hjá Stjörnunni, við skulum hlusta á þjálfarann. Guys, we have to take care of free balls when we're given the chance. Right? We have too many times we have easy balls coming over and we're not even connecting. We're just giving them balls right back. Can't happen, let's go! Come on! Já, Matt vill vinna betur úr gratisboltanum. Það er að skila þeim. Það vantar kannski aðeins að reyna of, það er settir boltar á Erlu sem að kannski ætti ekki verið að setja á hana. Hún er að fá boltanum í vondri stöðu. Já, fá eins og áðan fyrir aftan. 7-3, það er góð móttaka. Ástildur. Já. Það gerði Edda vel hérna, rétti boltan yfir en á vondan stað fyrir Stjörnuna. 8-3. Þá skipta leikmönnum vallarhelming. Já, hérna hér. Í einu er þetta að renna frá Stjörnunni. Svo ég sagði áðan, mér finnst þær vera búin að hafa góð tök á þessu. Alltaf líklegar einhvern veginn til þess að taka hennar leik, en nú er þetta á brattan að sækja hjá þeim. Og þær þurfa að fara að gera eitthvað, ekki setja þeim strax. Á góða sókn. Það er Matthildur. Átti Ástildur að gera betur. Mér fannst Rósa spila vel þarna. Já. Það er reyndi að slá aðeins og bratt. Það vendi í netinu 9-3. Það er svona spurning hvort að Vonleysi sé að fara að grafa sig núna hjá Stjörnunni aðeins. Ég er ekki frá því. Það lítur ekki vel út. Þetta er góð móttaka. Erla. Og henni er háörðin að komast fyrir 10-3. Gríðarleg stemning hérna núna, HK megin. Já, það er alltaf að falla með HK. Og Matt tekur leikli aftur. Aftur leiklega hjá Stjörnunni.
Hey, let's not worry about the score right now, right? Yeah. Let's not worry about the score. This next set out. Hey, this game isn't out of reach yet. We can still keep playing, all right? Let's go. Let's start with 1 and then go for 2 and 3, all right? That's all right. Don't worry. Let's go. Hey, we're still in this game. Come on, let's go. Já, við heyrðum í Matt þarna. Hann vill að þeir haldi áfram. Við erum enn með í leiknum, segir hann. Við erum bara eina góða sókn og snúa þessu og síðan bara áfram veginn. Það er alveg rétt, það getur allt gerst í þessu. Það vantar bara einhvern neista núna hjá Stjörnunni og hann gæti kviknað með góðri sókn. Já. Við höfum séð annað eins gerast, svona leiki snúast. Matthildur með uppgjöfina. Flott uppgjöf hjá henni. Móttakan er fín. Brynja þarf að lauma þarna. Má ekki að sækja. Og Hjördís, já. Flotta sókn þarna. Það gengur allt upp í Háka núna. Þeim vantar 4 stig hérna til að tryggja sér í úrslit á morgun. Matthildur, það var eins gott, ég náði ekki að klára þetta. Ég ætla að hælinni fyrir hvað var búin að vera örugg í uppgjónum. Kom með flotta seríu og endaði hún hér. 4-11. Skildi þetta gefa Stjörnustúlkum einhverju von. Það er Erla. Já, hún getur allavega að skora stig úr uppgjafareitnum. Má sjá það. Glæsileg uppgjöf hérna. Herborg og María setur hann yfir. Erla getur að fá hann aftur. Nei, Ásthildur slæðir þarna út og það er engin snerting hér, nei. 4 línuverðir og 2 dómarar, engin sá snertingu. Nei, línuverðirnir lyftu upp flagginu allavega. Erla var ekkert sátt við þetta og lét aldómarinn heyra það. Það er lítinn fögnuð. Lítinn í gula spjaldið. 12-4. Það þarf að spjá þetta spjald. Já. Það er farið að sjá í land núna í HK. 3 stig þurfa þær að tryggja sér sigur. Það er bara strax allt önnur holning einhvern veginn á liðinu. Leið og þetta fara að líta betur út, þá líður þeim miklu betur auðvitað. Þetta var alvöru slag hjá Erlu. Fín barátta hjá HK stelpur samt. Flott sókn. En á öðrum ólöstöðum hefur Erla verið besti maður leiksins. Það er ekki spurning um það. Það er bara ekki dugað til. 12-5. Þessi er inni, góð móttaka. Hjördís lítur að skila þessu. Nei, fín blokkarna hjá Ásthildi. Fær hann aftur. Hjördís, hún slær hún. Háurnir er í þessu. Og Bjarlar að spila þessu upp. Já, og Ragnheiður laumar. Új, þessi er nálagt. Herborg setur hann öruggan yfir. Brynja og Rósa og Ragnheiður. Hjördís. Erla. Hjördís. Já, flott skorpa þarna. Já. Og endaði með því að Hjördís hamraði þetta í hús. 13. stigi komið, 13-5. HK er að sigla þessu heim, þurfa 2 stig í viðbót, koma sér í úrslitin, ennina ferðina. Á meðan að Stjarnan, já, þær voru svo nálægt í koma sér í fyrsta sinn í úrslitin. Erla, ekki búin að segja sitt síðasta hér. Það er Herborg. Þessi er úti. Þetta er aðeins ákveðni hérna í þetta slag. Láta bara vaða á fullu. 13-6. Það er Stjarnan aðeins að slifta þetta til hérna restina, en ég rekna með að munurinn sé aðeins svo mikill og svigrum og lítið til að bæta fyrir þetta. Ásthildur. Það þarf eitthvað mikið að gerast. Það
Þessi úti. Þessi úti og þetta var ekki góður tími til þess að Sjálf sér mistök hann hjá Ásthildi. Stjarnan búin að vera, eða bara að gera lítið af mistökum í uppgjöfum. Það verður stöðuvar í þessum leik. Eitthvað vonleysi tekið yfir þarna hjá Stjörnustúlkum. 1 stig þurfa HK. Stúlkur. Erla. Og það kemur hérna. HK vinnur þennan leik 5. hrinuna 15-6. Frábær endurkomu hjá þeim eftir að hafa lent undir í leiknum 2-1 og náðu að snúa þessu seríu í vinn. Komist í gegnum 4. hrinuna með hörkjum en kláruðu svo 5. hrinuna með stæl og unnið þar með sigur í þessum leik 3-2. Glæsilega gert hjá HK Stúlkum og frábær leikur hérna, fyrsti leikur. Þeir í 5 hrinur, það eru 3 leikir eftir í dag, skulum minna það. En hér að vörmuspori hefst seinni undanúrslitaleikur kvenna þar sem að Afturelding og Þróttur Neskaupstað berjast. Já, það er ástæða til að hrósa báðum liðum eftir þessa miklu baráttu. Óskum HK að sjálfsögðu til hamingju með sigurinn. Ég ætla að kíkja í viðtöl. Jæja, Hjördís. Sunna! Hausinn var svolítið shaky hann til að byrja með, það var bara eitthvað stress en við ákveðum að taka okkur saman, þetta er bara leikur, það versta sem getur gert er að við töpum en maður gefur náttúrulega allt í þetta. Hvað var svona gameplanið fyrir þetta? Gameplanið? Það var nú bara að spila saman, spila okkar leik eftir í rauninni því sem við vorum búin að leggja upp með og eins og já, það byrjaði erfiðlega en þetta kom allt að lokum. Hvað maður bjóður á morgun? Þróttnes eða Aftureldingur? Herðu, ég er bara til í hvoru tveggja. Ég er spennt að sjá hvað verður úr, sko. Og hvað þurfum við að gera til að taka þann leik? Við þurfum að leggjast náttúrulega vel yfir andstæðinginn og setja upp eitthvað plan og bara eins og í dag hafa hausinn í lagi og fylgja planinu. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir.
Nýjar vörur, Under Armour kringlunni, Altis Bæjarhrauni, altis.is. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Regis býður upp á nútímalega skrifstofu aðstöðu frá 39.990 á mánuði eða aðeins 1330 krónur á dag á 6 stöðum á Íslandi í 120 löndum. Eitt verð og allt innifalið. Regis.is. Tonight, someone in this room is going to be taken. It's a murder mystery party. Albert, this isn't... Guys, make sure you get a piece of this cheese. Those are not the guys that I hired. This is all real. Is this